Verið velkomin í kaffispjallið. Til mín er kominn Kristján Schram, markaðssérfræðingur og við ætlum að ræða þróun markaðsmála á árinu. Já, markaðsmál á tímum heimsfaraldurs. Hvað hefur breyst og hvað framundan? Vertu velkomin. Stórt ár. Kristján. Já, takk fyrir það. Það kökur líka. Já, takk fyrir það líka. En ég veit að þú varst í ræktinni, þannig já. Ég sé að þú ert ekki að spenntur. Já, ég sé hérna súkkulaðikökur sko. Taka það aðeins. Já, og í staðan fyrir kaffi þá erum við reynda með te. Já, þetta er téspjall í dag. Já, þetta er mjög fáið. Já. Sko síðast þegar þú varst hjá mér, þá vorum við að ræða þá stóru ákvörðun ykkar að hætta útgáfu prentaða vörulistans. Já. Og við vorum svona veltaði fyrir okkur hvað myndi gerast í framhaldinu og ég fylgdist aðeins með í ár. Já. Og þeir voru að gera og bralla margt skemmtilegt. Okay. Þeir héldu svona, ætti ég að segja, stóra rafræna sýningu. Já, ok, partí. Partí. Já, útgáfupartí kannski. Já, og þetta gerðist allt bara á vefnum og ykkar bauð fólk í heimsókn. Sást þú þetta? Nei, ég náttúrulega sá það ekki. Mm-hmm. Ég var einn af þeim sem misti af þessu. En getur verið að, fyrst ég fylgist nákvæmlega með, það getur verið að fleira að mista á þessu líka. Það gæti nefnilega verið. Og ég sakna ennþá vörulistans. Það er bara þannig. Já. En hvað fannst þér markvert á árinu og svona hvernig eru markaðsmálin að þróast í þessum heimsfaraldri sem við erum enn í? Já, þetta er náttúrulega kannski 1,5 ár sko, ef maður hugsa út í það. Mér finnst þetta eins og 5 ár. Já, ég tölum kannski það eftir, hluti gerðist mjög á þessu ári sem að hefði átt að gerast á 5 árum. Já. Sko þetta er náttúrulega búið að vera bara mjög skrítið, en þetta er náttúrulega aðeins sko þetta lagast og svo versnar það. Þetta er svona búið að koma aðeins í bylgjuna. Þannig að menn svona eru verða bjartsýnir og þetta sé alveg fara að koma og þá fara fyrirtækin svona aftur að hugsa hvað ætla að gera og svona kannski eins að pæla og kannski fara af stað með markaðssetningar og herferðir. En svo kannski kemur einhver áfall og þá hætta þær aftur. En það sem er að gerast í rauninni fyrir markaðsmálinu, maður kannski fyrir aðeins upp í 5.000 fetin og hérna reynir aðeins að skoða málinu eða rýna í þetta, þá er þetta tel ég allavega það sem hefur gerst og ég sé líka kannar sem að styðja það er að fyrirtæki að fara aftur í að hugsa svona stefnumótun, strategíu. Fyrirtæki aðeins áttu að segja ok, hérna er kannski tækifæri til þess að taka eitt skref tilbaka, skoða okkur, hvernig tölum við kúnnuna okkar, hvernig skiljum við kúnnuna okkar, hvernig viljum við tala við þá, hvernig viljum við höfða til þeirra í framtíðinni. Og það hefur náttúrulega sem breytist mest er að verslanir lokuðu og verslun farist á netið. Það er þessi stóra bylting og ég las það einhvers staðar að hlutir sem hefur að taka 5 ár, talandi 5 ára planið sko, þeir tóku raunir 8 vikur. Já, og það er rosalegt. Og þannig að fyrirtæki sem voru ekki tilbúin í svona netverslun eða svona vera digital, vera með digital upplifun eða digital svona einhverja reynslu og leiði fyrir kúnna til þess að versla við sig. Þeir þurftu heldur betur að spýta í lófana og mörg gerðu bara ágæta hluti á mjög sömum tíma. En þeir tala það að hluti sem hefði að taka 5 ár gerist á rauninu 8 vikur. Og það er það sem skiptir rosalega miklu máli. Og það sem skiptir líka máli er að ég held að viðskiptavinir eða bara neytendur eru að leita að trausti. Ég held að þau fyrirtæki þau vilja í dag og það held ég svona stór svona breyting sem að nær held ég til svona frekar vítt yfir er að fyrirtæki vilja fyrirtæki sem þeir treysta, vilja tala fyrirtæki sem þeir treysta og versla við og það er þá svolítið kannski áskömm fyrir fyrirtæki sem kannski voru ekki alveg kannski þar en þannig að þau þurftu kannski að byrja svona að tala við kúnna sína og byggja einhver traust en líka það sem að gerist er að kúnnar eða neytendur vil líka tala við fyrirtæki sem að standa fyrir einhvað. Og það er svona svolítið sama sem merkir þar á milli, traust og standa fyrir eitthvað. Þannig að þau vilja að versla við fyrirtæki sem að þau vita hvað standa fyrir, hvort þessi þá umhverfisvænt eða samfélagsleg eitthvað svoleiðis. Það eru svona ýmislegir með það. En það fór að skipta miklu máli fyrir fólk sem var bara heima hjá sér. Fór að pæla í hlutum hvað er að gerast í heiminum og bara þá með þessa blessuðu veiru eða umhverfismál svoleiðis. Þannig að það fór að lyftast mjög hátt upp í öllum svona könnunum hvernig velur fyrirtæki sem þetta versla við.
Þannig að það kannski svona stórir svona póstar í því sem hefur verið að breytast. Það náttúrulega sko svona kostnaðar, budget hefur verið að breytast mikið náttúrulega. Það hefur verið að skera þau niður. Það er svona kannski að svona fyrirtæki hafa minnum milli handana og hafa þá líka þurft að finna þá nýja leiðir og þá einmitt í þessum svona digital heimi. Og það er kannski svona stóru mál. Sem líka að gerast er að svona kallast svona á ensku social shopping, að það er ekki bara það að fyrirtæki eru höfða til þeirra í gegnum auglýsingar, heldur eru fólk fara að versla miklu meira bara í gegnum bara Facebook og Instagram, þannig að það er bara vafra og er ekki endilega í að hugleiða að versla, sér þá eitthvað content, eitthvað greinar eða eitthvað efni sem að höfða til þeirra og fer síðan að það fara að veiða miklu meira þar í verslunar. Þannig að það er mikil aukning í því svona eins og kallast social shopping líka. Já. Þannig að það er svona ýmsar leiðir sem fyrirtæki hafa verið að fara til þess að búa til efni og ná til neytenda til þess að halda einhverju, halda veltunni, ná einhverju veltu upp sko. Þetta er svo áhugavert vegna þess að við vorum rosa mikið að taka til held ég að margir heima hjá sér og fyrirtækin eru líka í einhverju alls tiltekt og þú minnir mig svolítið á það að hann prófessor Goddur, hann var í aðvarpi daginn og hann talaði svolítið að hann fyndi alveg áþreifanlega fyrir þrá fólks eftir hinnu ekta, einhverju kjöti á beinunum. Þetta er nákvæmlega það sem þú ert að tala um að það virðist við höfum haft eitthvað svona andrými til þess að finna þörfuna fyrir þau að hafa þessi gildi alveg á hreinu. Og nú að ríða sér til rúms, ég veit ekki hvort að allir kannast við það, svo kallaðir genuine influencers, ég get ekki sagt þetta orð, versus influencers. Kannski er hægt að kalla þetta á íslensku hughrifavaldar. Ertu með betri tillögu? Já, þetta er svona mýkri áhrifavaldar. En þetta er raunir 2 orð sem að skeita saman, genuine og influencer. Þannig að það er einhver raun að vera sniðugur hérna sko. En þetta, ég kannast aðeins við þetta og þetta er raunir þá sko áhrifavaldar sem ekki reyna að selja. Nei. Þetta eru áhrifavaldar sem raunir að leiða, reyna að gera, láta eitthvað gott af sér leiða. Og það er mjög áhugavert að tala þessa leiðilegu veiru sem líka gangi finnska ríkisstjórnin réð 130 svona áhrifavalda sem þeirra markmið var ekki að selja neitt, heldur var bara að hvetja fólk til þess að hugsa vel um sig, fara í sprautu og þannig að leiða til einhvers góðs þar. Sama með breska ríkisstjórnin var að gera það sama. Þarna er bara komin svona nýr ángi svolítið á þennan áhrifavalda svona markað sem er mjög vinsæll og fyrir ákveðin fyrirtæki þá er það svona mjög gott að nota áhrifavalda á ákveðin tímum og svona stöðum eða fyrir ákveðin vörumerki. En þarna er komin svolítið nýtt sem að ég held að passa svolítið vel bara inn í þessa bylgju að fólk vill láta tala við sig á svolítið annan hátt. Ekki sem bara neytenda, eitthvað svona þenkjandi manneskju og að fólk sjálft standi fyrir einhvað og þá er það tilbúið til líka til þess að taka móti skilaboðum sem kemur til þeirra á þannig hátt. Þetta sé það frá áhrifavaldi eða fyrirtæki. Og það er alveg held ég bara svona, ef maður skoðar svolítið svona fræðin, það er það svolítið sem er að gerast og þetta það er svona genuine influencer. Þú ert betri að segja þetta en ég. Hvernig sem maður segir það, sem ég kalla bara svona mýkri áhrifavalda. Það er alveg ágætis, eða hughrifs. Af því áhrifavaldur er gott orð svo sem, já. Áhrifavaldur er mjög fínt orð og held ég svona lýsir bara ákveðin sannleika. Það er eitthvað fólk sem hefur áhrif. Já, kannski er þeir meira svona, sannir áhrifavaldar. Já, sannir áhrifavaldar og var örugglega kannski áður en áhrifavaldurinn var til, þessi sem að fólk kannski hugsa áhrifavaldar, þá kannski voru til fleiri svona mýkri áhrifavaldar, eins og ég kannski vil kalla það. Það er svolítið eins og ég vil kalla það. En hvað með lítil og meðalstór fyrirtæki? Finnst þér að faraldurinn hafi einhvern veginn leitt til þess að þau eru meira meðvituð um þetta? Að það þurfi að huga að eða eiga þau eitthvað inni? Þá þú svið þetta? Já, bara, þú veist, stefnumótun, huga að markaðsmálum, heildinni, allri heildinni, skilaboðunum, gildunum. Já, ég held að það er bara, skiptir ekki máli þessi stórt íslenskt fyrirtæki eða lítið. Ég held að á jafnvel við fyrir
fyrir hérna stór og lítil fyrirtæki og ennþá betri fyrir minni. Út í stóru fyrirtækin kannski voru búin að gera þetta og voru kannski betur undir búin, en kannski minni fyrirtæki kannski ekki tími í það og bara hefði ekki kannski framtíðar hugsununa. Eða þekkinguna eða tækniþekkinguna jafnvel. Þannig að ég var alveg orðið var við það að það er svona yfir að heila að fleiri fyrirtæki fann bara að hugsa ok, hvernig ætlum við að líta út eftir 3-5 ár, hvað ætlum við að segja, hvað ætlum við að vera á markaðnum. Og erum við að gera rétt í dag, þurfum við að taka uppið? Akkurat. Já, akkurat. Og skilja líka bara markhópinn. Markhópinn, heldur það sé það stóra er að markhópurinn og fólki sem við erum að tala við, það er að breyta svo mikið. Varan er ekki að breytast, heldur bara fólki sem við erum að reyna að tala við. Bara hvernig það verslar, hvernig það hugsar og hvernig það vill láta tala við sig. Auglýsingaherferðir eða auglýsingar á árinu, innlendar, jafnt sem erlendar. Hvað var að gefa þér innblástur á árinu? Var það margt og mikið? Já, þannlega sko. Og alltaf þegar maður spurður svona, þá mann maður aldrei neitt. Nei. En sko innlenda, mér finnst kannski eitthvað svona tvennt. Mér finnst herferðin frá Nova, allir úr, svona langbesta herferðin. Já. Og það er bara verið að taka, það er verið að taka ákveðna vöru sem eru úr, digital úr og þarna er verið að finna mjög sniðuga leið til þess að fjalla þig. En samt sem það er líka verið sniðuga leið til þess að fyrirtæki er að segja frá einhverju gildu sem það hefur og er að taka á einhverju svona samfélagslegu, svona, ekki meini en verið að tala svona, er að varpa upp samfélagslegu málum sem að gott er að ræða og kannski að opna einhverja kanal með það. Það fannst mér frábært. Já, samanlega. Og það er svona kannski stendur upp úr. Annað kannski stendur upp úr heimi er bara hvað mikið auglýsingar eru svipaðar. Hvað hef ég oft séð? Þetta er ekki endilega gott. Hvað hef ég séð margar auglýsingar með brimbrettum. Já. Og það verið spyrir tísku núna að einhver frelsisráð þarna sem að kalla fram öll þessi brimbretti. Og fallið skotúrleis. Þannig að það er alltaf svona samt á slitla marka og stundir bara gerast það. Já. Og það er ekki endilega, fólk er ekki endilega herma. Við erum bara í einhverjum þankagangi sko. Og ég held að það engi sé herma. Nei. Og það er bara hluti sem gerist. Bara þegar það er svona kannski á minni markaðu og kannski það er ekki mikið kannski nýtt að gerast og það kemur eitthvað svo nýtt og spennandi eins og brimbretta menning hérna á Íslandi sem er alveg frábært. Þá er það svona auðveldlausn að fara í það. Erlendis þá er ég kannski starf hugsa og ég er búin að svolítið pæla þessu svolítið lengi og þetta kannski er ekki bara síðasta árið. En það er svolítið bara hvernig íþróttafyrirtæki hafa verið að tala við konur. Ég hef verið fylgjast svolítið með það, fylgjast með því nú undanfarin ár og fyrirtæki eins og Adidas og Nike og fleira hafa verið að sko þegar þau eru að búa til. Það er eftir þetta verð sko að þessi fyrirtæki byrjuðu fyrir mörgum árum síðan að tala við karlmenn og vera frægar svona einhverjar fótboltaauglýsingar með allir frægustu leikmenn í heimi. Megastars sko og það sem er að gerast núna er að það er að breytast. Þannig að núna er farin að búa til svona svipaðar auglýsingar með konum. Og þetta er svona einhver bylgja sem er að koma úr ýmsum áttum. En það er bara verið að tala við konur á forsendum þeirra. Það eru mjög svo ólíkar eins og þær eru. Sumar spila fótbolta, sumar eru í öðrum íþróttum og þarna er svolítið þessi fyrirtæki, stór íþróttafyrirtæki sem eru með svona óendanlega svona tækifæri og budget til þess að búa til flotta auglýsingar. Þær eru farin að tala miklu beinna við konur á þennan hátt. Og þetta er nýtt. Og því ég horf á auglýsingar Loksins. Því ég horf á auglýsingar og fæ gæsahúð, það fæ gæsahúð á þessum auglýsingum. Já, ég líka. Og það verið að gera þetta ógeðslega vel. Já, jafnvel eitthvað meira en gæsahúð sko, bara tár í augun sko. Já. Það er svo löngu tímabært. Það er svo löngu tímabært. Já. En það er verið að gera þetta ógeðslega vel og þetta er svona hluti sem ég hef verið að taka meira eftir og þetta sem ég vil kannski hugsa. Ég er ekki að taka fyrir einhver ákveð fyrirtæki. Nei. En það er bara eitthvað svona ákveðin. En við vitum alveg hvað þú ert að meina sko. Það er alveg þannig sko. Þetta er bara alveg áþreifanlegt sko. Mér finnst þetta líka vera svolítið svona tilfinningabylting í gangi sko. Maður tekur eftir því að við erum að leyfa okkur að segja meira og svona taka sénsa og áhættur í skilabón og ekki trættu að vera væmin. Ætli það sé ekki líka áhrif á heimsfaraldri? Jú, getur verið sko. Þetta er fín lína. En það er bara sem líka að segja, það er alls konar hetjur sko. Hérna það er ekki verið karlmaður í stuttbuxum sko. Það er ekki verið sko 50 vöðvastæltur karlmaður sem á fullt völda pening. Það er bara alls konar fólk og alls konar konur líka sem getur ekki þátt í þessu. Það er líka hættulegt að eiga sér fáar fyrirmyndir, við þurfum að hafa fleiri til að treysta á. Akkurat.
Og það er svolítið þetta sem ég vil tala sko. Já. Þetta finnst mér mjög spennandi og hefur bara verið að fleiri fyrirtæki taka þetta þá til þessu og ég held að það verður bara partur af það af norminu hjá þessum fyrirtækjum, þessum stóru fyrirtækjum sem eiga svo miklu peninga að þetta er alltaf gert líka, sem hefur ekki verið. Nei. Og þetta er það sem er gerst og þetta finnst mér áhugavert. Mér langar svo að spyrja þig, ég velti svo oft fyrir mér, erum við að ofmeta eða ofnota eitthvað í markaðsstarfi á Íslandi og á móti er eitthvað annað sem að við ættum að vera að gera meira af og erum að vannmeta? Já. Fyrirgefðu. Þetta er svolítið erfið spurning. Nei. Já. Hún er kannski mjög svolítið svínsleg, já. Það sem er kannski meira vannmeta er eftir það sem ég sagði í byrjun, það er að vera með strategíu. Já. Stundum við bara farið á stað, það er ok, hérna er einhver hugmynd, hérna er einhver vara, förum og gerum eitthvað. Já. Og það er kannski verið að hugsa ok, hvernig byggir svona þessi herferð sem búið kringum þessa vöru, undir kannski einhverja stærri ímynd í fyrirtækinu og hvernig hún er að þróast til lengri tíma. Þannig að það er ofta tíma svolítið bara svona skammtíma hugsunarháttur hérna á Íslandi. Já, bara þetta er frábær hugmynd, gerum hana. Kýlum á þetta. Já. Ég vann á bara sem dæmi, ég vann á auglýsingastofu erlendis í nokkur ár og við byggum til svona yfir árið, það fyrir mjög stóran kuna, fyrir árið kannski svona 5 prentauglýsingar. Vá. Það var bara að fara að stað og ok, svo bara notum við bara efnið. Hérna í Íslandi fyrir stóran kuna þetta kannski búið til 50 prentauglýsingar. Mismunandi. Og það er bara kannski eiginlega bara eina viku, cirka bát sko. Vá. Og það er bara svolítið þetta. Það er svolítið, ok, horfum á hans til lengra tíma, hvernig getur nýtt efni betur, hvað erum við að fara að segja, skipulegum skilabóðin, aðeins betur og hugsaum bara, ok, hvernig erum við að færa okkur sem vörumerki, hvernig erum við að færa okkur sem ímynda af vörumerkinu, hvernig erum við að þróa hana, hvernig erum við að horfa á samkeppnina og hvar erum við að staðsetja okkur. Já, ég get alveg ímyndað mér að það sé stundum erfitt að miðlægustu viðskiptavinna sem er alltaf sem vilja fá alltaf eitthvað svona nýtt og fest inn og hafa einhverju trú á því að það skili meiru heldur en staðfestan og skýru skilabóðin. Tekur aga. Það þarf aga í þetta. Tekur aga og ég held að við vitum öll sem búum í Íslandi að við erum ekki rosalega öguð hérna í Íslandi. Nei. Það er þetta kannski svolítið breyting í þessu. En enn aftur kannski er þetta líka þessu stóru svona breytingu sem að COVID er að leyfa okkur að gera er að ok, við leyfum okkur að setjast niður og horfa í aðeins yfir sviðið og horfa okkur hvar getum við bætt okkur, hvernig getum við verið sterkari þegar við komum út úr þessu. Þannig að þetta er ofmatið okkar. Já, þetta er kannski... Hvað erum við að vannmeta? Eigum við einhverja ása upp í erminni? Kannski erum við að vannmeta þetta líka sko. Já, þú meinar. Já, en við erum að vannmeta kannski að það eru fleiri tækifæri að tala við fólk. Það eru fleiri kanalar. Til þess að tala við fólk. Ég er mjög fylgjandi því eins og kannski viljum við tala við fólk í gegnum PR. Kannski eru almanntengsl, markaðsleið til þess að tala við fólk. Opna, akkurat. Þora að eiga í samskiptunum. Já, og það er eitthvað máli, sko. Ég held að það er vannýtt á Íslandi. Kannski er fólk hrætt við fjölmiðlaumræðu eða segja eitthvað vitlaust eða rangt en ég veit það ekki. En þú segir það satt, þetta er oflítið. Það er bara því PR er nýtt rosalega mikið út í þessum stóra heimi og það er nýtt líka sem markaðslut og auðvitað PR er náttúrulega bara til að koma að skilabóðum framfæri og segja frá einhverjum svoleiðis og það er bara frábært. En svo er líka þetta svona kannski svolítið líka aftur inn á einhvað mígra PR eða kannski svona skapandi, má kalla það kannski skapandi PR líka. Já, mér finnst það skemmtileg pæling. Og þá ertu að svona styðja við einhverja herferð þá með einhver PR-vinklum og svoleiðis. Það er nýtt. Svo líka bara svona enn og aftur, svona kannski eitthvað svona þema hérna í þessu hjá okkur í dag sem það er sem heitir á ensku Corporate Social Responsibility. Það er einhver ábyrgð, samfélagslega ábyrgð hjá fyrirtækjum. Og Íslandi er svolítið kannski, ekki mörg fyrirtæki í Íslandi, það hafa svona kannski tekið svona afgerandi, svona kannski afstöðu með ákveðnum málum hérna heima. Nema kannski Nova. Já, Nova. Ég var að segja allir úr. Það er fyrirtæki að taka einhverja afstöðu skilur ekki máli hvernig lítur út. Og kannski krónan matasóun líka. Krónan matasóun, akkurat. Þetta er aðeins að gerast, ekki kannski mikið. Nei. Og kannski svona afstand hjá fyrirtækjum oft á tíðum hefur verið að kannski að styðja við íþróttafélag og fá eitthvað svona skilti á fótboltaleikvang eða logo. En það þarf miklu meira. Það þarf alvöru framtak. Mér dettur líka í hug Prentnet Oddi sem að safnar fræjum og stuðlar að stækkun birkiskóga
og eflaust þetta mér alveg fjölmörg fyrirtæki sem eru að gera góða svona litla hluti, en þetta finnst mér mjög skemmtilegt. En það þarf að segja frá því. Það þarf að segja frá því, Það það þurfa allir að vita þetta. Það er náttúrulega málið, sko. Þú getur gert ákveðin átök, og það kemur PR eftir inn. Þú getur farið í ákveðin átök og tekið þátt í einhver sem skiptir máli fyrir samfélagið. En það er ofta tíma sem í íslensk fyrirtæki bara vilja kannski segja of mikið frá því eða kannski bara gleymist það eða það sagði frá því heimasíðunni og sem kannski ekki nógu stór vettvangur eða þannig að það er alveg tækifæri þar fyrir fyrirtæki að byggja upp ákveðna ímynd og styðja við einhver ákveðna ímynd og breyka ímyndina og hefja samtal við nýja markhóp eins og við komum inn á í byrjun. Því fólk vil láta tala við þessu á þennan hátt. Fólk er tilbúið og fólk er mjög opið fyrir því að fyrirtæki komi til henni með miklu skilaboð og vilji láta tala við sig. Og þá fólk, svo bara svara fólk með buddunni, skilur við, hvað er það verslar. Það svarar með buddunni, það er nefnilega nákvæmlega það. Heyrðu, ég hlakka til að hitta aftur á nýjári, ég veit ekki hvað við tölum um þá, en það voru eitthvað skemmtilegt. Já, en þemað hjá okkur í dag endaði algjörlega óplanað á mjög skemmtilegum slóðum, þannig að við ætlum að vera skapandi, við ætlum að þora og við ætlum að tala meira við kúnnan okkar. Smá mjúkleika. Smá mjúkleika, fjölbreytileika líka. Já. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Skál. Skál.